Eru skilmálar verktakalánanna eðlilegir? Ég ætlaði að lesa allan samninginn en ég gafst upp. Hins vegar stoppaði ég við grein 8 og þegar ég var búin að lesa grein 8 þá hugsaði ég bara hvað djöfusir var ég að lesa? En svo mannar, ég meðaldra kona, við erum alltaf pirraðar yfir öllu og engu, þannig ég skellti mig kalda sturtu, fór með nokkrar öndunaræfingar, möntrur og íhugaði við tebolla. Og hugsaði, þetta er ég bara með ranga útgáfu af grein 8 því það er enginn að senda frá sér samning sem er í besta lagi siðblindur í næsta falli ólöglegur. En ég vil fara hans yfir grein 8 og undirliði og hvaða var stuðað mig. Númer 8.2. Reyr 20 og viðskiptavinur bera sameiginlega ábyrgð á að krefjast úrbóta á hvers kyns göllum annmörkum á húsnæðinu óháð því hvort aðilar vissu af þeim fyrir samningsdag ekki. Viðskiptavinur skal koma fram fyrir hönd aðila í samskiptum við seljanda húsnæðis en Reyr 20 skal veita allt liðsinnis nauðsynlegt ákjósanlegt þykir. Á ég sem kaupandi þá að hjóla í meðanda minn til að fá hann til að bæta og galla sem hann ber ábyrgð á. 8.3. Viðskiptavinur ber ábyrgð á viðgerðum vegna tjón sem er orðið af völdum innbrots, skemmdarverkas, veðurs, slysa eða tækningalla. Og þetta er eitthvað nýjari sem ég hef ekki séð áður, tækningalli, en ég ger ráð fyrir þetta sem einhver galli í eigninni og aftur nei. Kaupandi ber ekki ábyrgð á því að bæta úr galla á eign sem hann er að fá afhenda af því ekki gleyma þetta nýbyggingar, en svo kemur uppáldið mitt hérna. 8.4. Viðskiptavinur skal tryggja og greiða fyrir kostnað sem hlýsta því að húsnæði uppfylli þær kröfur sem leiða af opinberum reglum. Var að vera breytingur í byggingarreglugerð. Það er alltaf seljandans að skila eigninni þannig að hún uppfylli opinberar reglur. Það er ekki kaupandans að tryggja þess að fara í lokaúttekt. Og það er mjög skýrt í fasteignakauparlögum frá 2002 að þegar svona samningar að gera að annari atvinnumaður og hinn er neytandi þá gilda stífari reglur og það er bannað að ganga á hlut kaupanda. Spáði ég því.